Jæja, hér ætlum við að finna fasta punkta fyrir fallið x, rótin af x plus 2 og þá náttúrulega setjum við hvenær verður x plus 2 jafnt og x. En ég ætla bara að teikna þetta fyrst og þá sé ég rótin af x plus 2 er rauða fallið og það sker línuna x þegar x er 2, þannig að svarið er 2. Og við getum reiknað þetta út á sjálfsögðu og þið eigið að reikna þetta út. En þegar að það er kvaðratrót svona á annarri hliðinni, að þá þurfum við alltaf að hefja báðar hliðar í annað veldi, því að plús og mínus það eru andhverfur og margföldun og deiling, en kvaðratrót og annað veldi eyða hvort öðru. Þannig að ef við hefjum báðar hliðar í annað veldi þá dettur kvaðratrótin út og eftir stendur x plus 2 jafnt og x í öðru. Og þá erum við komið með annars stigs fall. Og ég vil helst ekki að x-ið mitt í öðru veldi sé í mínus. Þannig að ég ætla að hafa það hægra megin og 0 vinstra megin. Ég geri mínus 3 á báðar hliðar. Nei. Ég geri mínus x. Þá er ég komið með þetta svona. Og svo geri ég mínus 2 báðum megin. Og þá er þetta komið á það form að ég get notað lausnarformúluna. Þetta hérna er sjálfsögðu hægt að gera einu skrefi eða treystið ykkur til. Og lausnarformúlan hún er hér. En áður en við notum hana að þá ætla ég að sýna ykkur hvernig er hægt að nota ágiskunaraðferð til þess að þátta þetta hér. Við þurfum að finna tvær tölur sem lagðar saman gefa okkur þetta hér, mínus 1, og margfaldar saman gefa okkur töluna hér, mínus 2. Því að a er 1, b er mínus 1 og c er mínus 2. Ekki hafa ágjör. Ef þið skiljið ekki ágiskunaraðferðina þá notið bara lausnarformúluna og fáið sama svar. Nú langar mig aðeins að bakka og mig langar að bæta hérna inn með rauðu. Þegar við gerum þetta hérna, hefjum svona báðar hliðar í annað veldi, þá verðum við alltaf að enda á því að prófa lausnina. Það er mjög, mjög, mjög mikilvægt. Því að við munum fá 2 svör út úr þessari þáttun, en þið sáuð á grafinu að það er bara 1 svar. Þannig önnur lausnin okkar, hún mun verða svokölluð fölsk lausn. En ok, ágiskunaraðferðin. 2 tölur sem lagðar saman gefa okkur mínus 1 og margfaldar saman mínus 2. Byrjum bara á því að skrifa upp allar tölur sem margfaldaðar saman gefa okkur mínus 2. Það er þá til dæmis 1 sinni mínus 2 eða mínus 1 sinni 2. Það ekki. Prófum að leggja þær saman. 1 plus mínus 2, það er mínus 1, sem er akkurat það sem við vildum sjá. Þannig að þetta er það sem við notum í ágiskun. Búum til 2 svega. Og við setjum 1 og mínus 2. Niðurstaðan okkar verður öfug formerki. Því að við ætlum að sjá hvenær þetta verður 0 og það gerist þegar x er 2 eða þegar x er mínus 1. Þannig að við vildum finna 2 tölur sem lagðar saman gefa okkur b og margfaldaðar saman gefa okkur c og þá byrjum við á því að finna
hvaða tvær tölur margfaldar saman gefa okkur -2 og tékkum svo hvað gerist ef við leggjum þær saman, fáum við töluna í miðjunni. Þetta getur verið fljótlegt ef þið skilja þessa aðferð. Þetta getur verið miklu fljótlegra heldur en lausnarformúlan, en ef þið skilja hana alls ekki nota hana þá. Því að þið getið alltaf nota lausnarformúluna til þess að leysa annars stigs jöfnu. Og nú skulum við sjá hvort við fáum ekki örugglega sömu svör með lausnarformúlunni. Ég fæ út að D er 9. Ég náttúrulega passa að hafa svega hérna þegar ég set A í annað veldi, nei B segið í annað veldi því að hérna annars kemur formerki villa. Og svo passa ég líka að mínus B það verður 1 því að B er -1. Og þá fæ ég hérna út að x er 2 eða -1. Samkvæmt myndinni þá er þessi lausn fölsk, en við þurfum að prófa lausnina. Við lögðum upp með að finna hvenær er x plus 2 jafnt og x. Og nú skulum við sjá, getur x-ið verið 2? En ég ætla bara að setja 2 alls staðar það sem er x. Er 2 plus 2 inn í kvadratrót sama á 2? 2 plus 2 er 4. Rótin af 4 er 2. Já. Hefði x-ið geta verið -1? Nei. Alveg sama hvaða tölur við setjum inn í kvadratrót, við getum aldrei fengið mínustölu út. Það er vissulega hægt að taka kvadratrótið hérna af -2 plus 1, þetta er bara 1, en svarið er ekki -1. Þannig að þessi lausn hérna er fölsk og svarið er eingöngu 2. Það er bara 1 fastapunktur hér. Og svona reiknum við þetta. Muniði, trixið er að teikna fyrst og þá sjáu þið hver fastapunkturinn er. Og ekki hika við að nota þessa formúlu. Þurfið ekkert að þátta með ágiskun ef ykkur finnst það óþægilegt. Lausnarformúlan, hún virkar alltaf fyrir öll annars stigs föll.